Komiði sæl. Ég ætla að býða ykkur velkomin á 198. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar sem haldinn sem fjarfundur, líkt og flest allir fundir sveitarstjórnar hafa verið það sem hafa verið árinu 2020. Áður en göngum til löglistrar dagskrár þá eru hér 3 mál sem þyrfti að fá að bæta á dagskrá. Það mál númer 2011-017, samningur eldhúsrekstur fyrir Silfurtún. Svo það mál númer 18-09-013, það Laugar í Sælingsdalsstað og framtíð. Og svo mál númer 19-05-022, Ægisbraut 2 almennt mál. Þau sem eru samþykkir því að við tökum þessi mál á dagskrá og gefum merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður númer 1. Það fjárhagsáætlun 2021-2024 fyrir umræða. Og ég ætla bara að fá Kristján sveitarstjóra til þess að fara yfir fjárhagsáætlun. Já, takk. Þetta og góði fundarmenn. Ég ætla að fá að deila hér á skjá sem það sem sagt það sem þið sjáið hér sem sagt fyrir árið 2021, málaflokka yfirlit fyrir árið 2021. Áætlunin fyrir 4 ár, annars vegar áætlun fyrir næsta ár og hins vegar fyrir næstu 3 ár þar á eftir. Ég ætla ekki að rekja þetta sem sagt frá hvert lið fyrir sig, myndi bara fá að tala almennt þetta. Það ber að undirstrika það að í þeirri tillögu sem hér lögð fram til fyrri umræðu, það mjög mikil óvissa í þessari áætlun vegna COVID-19 faraldursins og efnahagslegra afleiðinga hans. Og það má gera ráð fyrir því að það verði einhver breytingar á milli umræðana og verði þá lagðar fram breytingatillögur á fundi sveitarstjórnar í desember. En eins og þetta lítur út núna, þá gerir áætlunin ráð fyrir því að það verði rekstrarafgangur af A og B hluta saman upp á 16,4 milljónir. Að afkoma aðalsjóðs verði í mínus upp á 54,6 milljónir. Eignarsjóður verði í plús upp á 70,4 milljónir. Sem þýðir að afkoma A-hlutans verður í plús upp á 15,8 milljónir. B-hlutin svona nokkurn veginn að núlli, það 600.000 þar í afgang. Þannig að þessna þessi samtalstala 16,4 milljónir. Það ber að undirstrika það að þó að þessi afgangur sé þarna í þessari áætlun núna, þá ber að horfa á hann í ljósi þessara óvissu sem til staðar og það má alveg búast við því að á næsta ári verði gengið á þennan afgang til þess að bregðast við aðstæðum sem upp kunna að koma og þannig að raunin getur alveg eins orðið sú að þegar upp verður staðið eftir næsta ára þá verði reksturinn í kringum 0 eða jafnvel komin í mínus. Vonandi gengur hins vegar vel á næsta ári og þá þarf það ekki koma til en þetta fjárhagsáætlun með miklu aðhaldi sem að lýsir sér í því að stórum hluta upphæðir í áætlunni á svipuðum nótum eins og áætlun þessa árs með viðaukum. Það í áætlun gerir ráð fyrir töluverðum fjárfestingum, það upp á 144 milljónir. Langstærsti hlutinn þar og sem að á eftir að minna mikið í og taka ákvarðanir áframhaldandi vinna að uppbyggingu íþróttamiðstöðvar á 100 milljónir. Götur og gásklitur upp á 4, lagfæringar í kringum Silfurtún upp á 5 milljónir. Sorpmálin
15,5 milljón fráveituna að þær framkvæmdir verður ekki hægt að ráðast í nema við fáum styrki frá ríkinu sem að reyndar búið að gefa út að eigi að koma til vegna fráveituframkvæmda hjá sveitarfélögum en við höfum ekki hins vegar fengið nánar útfært hvenær og á hvaða hátt og hversu hlutfalli verður og svo framvegis. En í það sem við gerum ráð fyrir í þessari áætlun að útsvarstekjur verði tæpu prósenti hærri heldur en á árinu 2021 heldur en það voru 2019. Álagsprósenta fasteignagjalda verður óbreytt og þar gert ráð fyrir 2,6% hækkun á fasteignamatsverði þannig að það þá hækkun á þeim tekjuflokki. Jöfnunarsjóður búinn að gefa út áætlun framlög á næsta ári og við notum það til grundvallar að frátöldu tekjujöfnunarframlaginu sem ekki áætlað fyrir og þar gerum við ráð fyrir því að það verði þá sama krónutala og þessu ári. Það hækkun í málaflokknum félagsþjónustu. En það eru hins vegar liðir á móti sem að lækka eins og innan hans og bæði hækkun og lækkun. En í þessum lið samt sem áður að vera að taka út fjármagn sem var þar inni til að mæta ákveðinni óvissu. Núna verður óvissunni ef að koma aukin útgjöld þá verður að mæta þeim með því að ganga þennan afgang sem ég minntist á áðan. Heilbrigðismálin hækka 2,5%, þar sem það framlag okkar til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Fræðslu og uppeldismál sem eru ríflega 50% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins, restur skóla og þess háttar. Sá málaflokkur hækkar 11,3 milljónir miðað við upphafsáætlun ársins í ár en hins vegar þegar allir viðaukar eru teknir inn þá hækkun upp á 3,6 milljónir. En síðan það málaflokkur 5 menningamál. Sá málaflokkur lækkar, það að lækka ýmis framlög þar og viðhald og fleira og það svolítið bara það sem einkennir fjárhagsáætlun sem að vera að vinna við svona þröngar aðstæður að það gengið því miður á þætti eins og viðhald, eitthvað sem að kannski getur beðið en myndar hins vegar innviðaskuld til lengdar. Æskulýðs og íþróttamál lækka 1 milljón króna ef að borinu saman áætlun á ársins 2020 með viðaukum. Það hækkun á brunamálum og almannavarnum fyrst og fremst vegna búnaðar fyrir slökkvilið. Hreinlætismálin, þar hækkun og þar töluvert mikil kostnaðarhækkun en líka mikil hækkun á gjöldum á móti. Það vegna þess að það verið að taka upp nýtt fyrirkomulag flokkun og sorpsöfnun í sveitarfélaginu á næsta ári sem verður töluvert dýrari heldur en framlagi núna og það ber að taka það fram að samkvæmt því sem að okkur sett fyrir að þá eiga sorpgjöld að standa undir þessum málaflokki, þessu verkefni en þau gera það ekki, jafnvel þó svo að það sé verið að gera ráð fyrir að gjaldskrá hækki 10%. Skipulags- og byggingamál, þar við að draga úr, við gerum ekki ráð fyrir neinu deiliskipulagsverkefnum hjá sveitarfélaginu. Það varðandi umhverfismál, þar lækkun og það eini liður sem það lækka þar liðir en eini liður sem hækkar framlag til vegna minnka og rifæðingar. Það lækkun á atvinnumálalíðnum en hins vegar kemur framlag upp á 7 milljónir til Silfurtúns. Núna það ekki lengur lán sem
til Silfurtúns eins og það hefur verið. Því var breytt síðustu áramót. Núna kemur beint framlag að hluta til Silfurtúns. Málaflokkur sem sameiginlegur kostnaður, stjórnsýslu og rekstrarkostnaður og fleira, hann stendur svona nokkuð með stað, hækkar örlítið vegna launa og ráðgjafakostnaðar, lögfræðikostnaðar. Vatnsveitan, hún skilar afgangi þess vegna ekki verið að gera ráð fyrir neinum gjaldskrárhækkunum þar á vatnsgjaldi. Og Silfurtún lítur nú betur út núna í rekstrinum heldur en oft áður. Það að vísu þetta framlag sem að ræða, en við höfum hins vegar fengið smæðarframlag svokallað frá Sjúkratryggingum sem við fengum á þessu ári og fáum aftur á næsta ári. Og eins verið að horfa á gjaldskrárhækkanir varðandi Silfurtún. Fráveitan, þar eru töluverðar framkvæmdir á næsta ári, þannig að þar ýmis kostnaður að hækka. Og Dalaveitur munu þurfa það verkefni sem helst þarf að sinna þar á næsta ári eru hnitsetningar á ljósleiðara og það sem þetta eftir að vera kostnað á því, en vegna þess að framkvæmdum nánast lokið fyrir Dalaveitur og þá lækkar ýmis kostnaður vegna innri þjónustu. Þetta svona það helsta bara mjög snabbt yfirlit yfir þessa fyrstu tillögu til fjárhagsáætlunar og það sem að ég legg til að verði, langar bara að koma því frá áður en að umræður hefjast, að verði bókað í fundargerð að mikil óvissa í áætluninni vegna COVID-19 faraldursins og efnahagslegra afleiðinga hans. Gera má ráð fyrir breytingum milli umræðuna vegna þessa. Áætlunin gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur A og B hluta verði 16,4 milljónir, afkoma aðalsjóðs verði mínus 54,6 milljónir, eignasjóðs jákvæð 70,4 milljónir, afkoma A-hluta því 15,8 milljónir króna og B-hluta 0,6 milljónir króna. Fjárfestingar áætlaðar 144 milljónir króna, þar verða þyngst áframhaldandi vinna vegna Íslandsmiðstöðvar 100 milljónir króna, götur og knástöðvar 4 milljónir króna, Silfurtún 5 milljónir króna, sorpmál 15,5 milljónir króna og fráveita 1 milljón króna. Og bara þakka ég fyrir. Takk fyrir þetta, Kristján. Einhverju sem vilja taka til máls varðandi fjárhagsáætlun? Það gefur sig enginn fram, þá bara legg ég hér fyrir tillögu að við vísum fjárhagsáætlun til annarrar umræðu á næsta sveitarstjórnarfundi sem verður þó í desember. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Það samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 2, það álagningarhlutfall útsvars og fasteignaskatts 2021, en þetta var tekið fyrir á fundi byggðarráðs 9. október og það liggur hér fyrir tillaga frá byggðarráði að álagningarhlutfall útsvars og fasteignaskatts verði óbreytt milli áranna 2020 og 2021. Viðmiðunartekjur vegna afsláttrar aldraðra og lífeyrisþega vegna fasteignaskatts hækki sem nemur breyting og launavísitölu milli áranna 2018 og 2019. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega?